Komið sæl og blessuð, velkomin að Rauðaborðinu á þessu allhvassa kvöldi. Sakamál, fíkn, spilling, bækur, pólitík. Þetta verða helstu umræðefnin hjá okkur í kvöld. Við viljum að enda þáttin á Soffíu Sigurðardóttur sem kemur og segir okkur frá Geirfinnsmálinu í tilefni af nýrri bók bróður hennar. Hann heitir Sigurður Björgvin. Var rannsóknin þvæla byggð á sandi? Við fáum svör við því hér á eftir. Nú þar á undan verður rætt við Sigþrúði Gunnarsdóttur, framkvæmdastjóra Forlagsins, árekstra bókaútgáfu og kosninga. Það getur verið erfitt að stefna jólabókaflóði og svo fyrir öll athyglin í þessar blessuðu kosningar. Nú Haukur Arnþórsson, stjórnsýslufræðingur, hann kemur og segir nokkur velvalin orðum Jón Gunnarsson og það mál sem hér hefur verið mikið til umfjöllunar síðustu 2 daga. Sigrún Sigurðardóttir, doktor í hjúkrunarfræði og prófessor við Háskólann á Akureyri. Daðey Albertsdóttir, sálfræðingur á geðheilsumiðstöð barna. Anna Hildur Guðmundsdóttir, formaður SÁA og Sigtryggur Ari Jóhannsson, ljósmyndari og óvirkur alkóhólisti. Þau ætla að koma hérna eftir andartak og ræða að aldrei hafa fleiri látist úr lyfjaeitrunum en nú og við erum að tala ungt fólk, hvað er til ráða? Verðum við ekki að ræða þetta fyrir kosningarnar og setja þetta ærlegar á dagskráin verið hefur. En við hefjum leik hér í beinni útsendingu með 4 góðum gestum. Sumir þeirra kunna vera ykkur kunnir en aðrir ekki. Við erum að standa fyrir einhverju sem mætti kalla lýðræðisveislu. Við hleypum almenningi hér að hljóðnum og myndavölum og spyrjum fólk hvað finnst ykkur að við ættum að vera að ræða fyrir kosningarnar og Aðalsteinn Kjartansson, blaðamaður, velkomin. Takk fyrir. Elva Dögg Hafberg Gunnarsdóttir, velkomin. Takk. Halla B. Þorkelsson, velkomin. Takk fyrir. Og Teitur Atlason. Takk fyrir. Velkomin líka. Svo við sleppum því nú ekki. En sko, áður en við förum í þessa umræðu með það sem okkur finnst að kosningarnar ætti að snúast þá mun það vera rétt að 5 ár Aðalsteinn eru liðin síðan þú og þín áhöfn í Kveiki sögðu frá Namibíu máli Samherja. Já, það er í dag, 5 ár, já, það passar. Kveikur og Stundin og fleiri miðlar í samstarfi við Wikileaks eftir þessa umfjöllun eða afhjúpun. Við með heimildaþætti eða heimildamynd á RÚV og Stundin svo í kjölfarið með heilmikilli umfjöllun á forsíðu hjá sér. Já. Ég bjó norður á Akureyri og man vel hvernig hrikti í öllum hústöfnum þarna þetta kvöld. Já, viðbrögðin voru eðlilega talsverð. Já. Þó ég reynda viðurkenni að rétt áður en þátturinn fyrir loftið og þá erum við aðeins að ræða það okkar á milli hvernig viðbrögðin skyldu verða og við vorum eiginlega alveg samferður það að það yrði ekki neitt, það myndi ekki bregðast við. En sem betur fer þá vakti þetta athygli og það er náttúrulega þessi 5 ára rannsókn sem hefur staðið á Íslandi og töluvert lengri rannsókn sem hefur staðið í Namibíu þar sem bara fjöldi manns situr í varðhaldi og bíður dóms, bíður þess að koma fyrir dómara þar sem að málið verður flutt. Já, heldur að það sittir marks hver málið er flókið að það gengur svona rólega að rannsaka það hér eða er þetta eitthvað sem við ættum að áhyggjur af? Já og nei. Ég held að þetta mál sé gríðarlega flókið fyrir rannsakendur hérna heima að fara í saumar á og gera með þeim hætti að það sé fullnægjandi fyrir dómi. Ég held líka að það þurfum við að bæta verulega í þær stofnanir eða þá stofnun sem hefur þá hlutverk að rannsaka mál eins og þetta. Við sjáum að á sama tíma það tekur 5 ár og er ekki búið að rannsaka þetta mál til hlítar. Og það eru fjölmörg önnur alvarleg mál sem að bíða bara á meðan. Það er ekki nema nokkrum mánuðum eftir að við fjölluðum Samherja og viðskipti þeirra í Namibíu sem að við fjölluðum annað mál þar sem að voru mjög
augljósar vísbendingur að mútur hefur verið greiddar, svo kallar gammamál, þar sem að fóru greiðslur til starfsmanns upphafs fasteignafélags frá verktakafyrirtæki sem að fengi óvenju hagstæða samninga við það fyrirtæki. Það liggur alveg fyrir að þessar greiðslur áttu sér stað og þær fóru fram með leynd fyrir eigundum og yfirmönnum þessa fasteignafélags sem að var síðan rekið í þrot og fjöldi allur af fjárfestum tapaði stórum fjárhæðum sem að eru bara raktar til þess hvernig fasteignafélagið fór með sín mál. Þetta hefur bara legið inn á borði í næstu 5 ár hjá embætti héraðssaksóknara að því að það hefur ekki verið mannskapur til þess að sinna þessari rannsókn og þetta er bara ein rannsókn á mjög mörgum sem að liggja og bíða af því að það er ekki mannskapur, það er ekki svigrúm eða fjármagn. Nei, það er eins með okkur blaðamenn og okkur er alltaf að fækka og við leitum í önnur störf. Sum okkar fara í frambóti þings jafnvel. Jafnvel, en sko í gær þá varst þú dálítið í eldlínunni og ert í dag og maður sá svo sem eina góða ástæðu fyrir því að hætta í blaðamennsku þegar maður heyrði þær umsagnir og las þær umsagnir sem að svona valdi í kringum Jón Gunnarsson, orðin sem að voru notuð þig og Helga Seljan og í tengslum við þetta mál sem að þarf svo sem ekki rekja mikið frekar fyrir hvorki þér hlustendum né áhorfendum, ég held allir viti hvað ég er að tala Hvernig fannst þér síðast í gær, nú þegar þú ert í öðru fréttamáli, hvernig fannst þér að lesa umsagnir það að það þyrfti að loka heimildinni, leggja hana niður, þið Helgi væru best geymdir á Litla-Hrauni með vatn og brauð og svo framvegis. Þetta ertu að vísa í orð frambjóðanda Sjálfstæðisflokksins eða ekki? Meðal annars. Akkurat. Því miður, þá eru við held ég bara sem störfum við að segja fréttir sem þessar orðin bara of vön því að þetta séu viðbrögð hjá stórum hluta fólks og það skal einhvern veginn aldrei vera stærri glæpur en sá að segja frá. Og umræðan sem að ég skil mjög vel að það sé mjög áhugavert að reyna að komast að því hver stendur á bakvið þetta og þannig að það sé sagt og bara ítrekað að ég hef ekki hugmynd hver framkvæmdi þessa tálbeitu aðgerð og ég og heimildin og Helgi áttum enga aðkomu þar að en það hefur eiginlega alveg verið skautað fram hjá efnisatriðunum og látið í það skína að þarna sé bara einhver drengur, einhver piltur, sonur þingmanns sem að talar eitthvað svona ógætilega, kannski í glasi? Já, ég veit ekkert það hvort hann hafi verið í glasi en ég veit hins vegar að þetta er maður komið vel á 50-aldur sem starfa sem fasteignasali og var þarna að reyna að heilla mann sem hann taldi vera að koma með margra milljarða fjárfestingu. Þetta er maður sem hefur verið í forsvari fyrir hrefnuveiðimenn. Þetta er maður sem hefur komið að 3 ólíkum útgerðum ef ég man þetta rétt sem að gerir út á hrefnuveiðar þannig að það er ekki eins og þetta sé einhver úlingur í menntaskóla sem er að tala ógætilega í hádegisliði Nei. En það virðist bara vera erfiðar að ræða efnisatriðin heldur en formið. Já, mér eiginlega óbuð hvað menn voru tilbúnir að stökkva á það að þið Helgi væruð með einhverja útsendar á ykkar vegum að þið væruð bara að ljúga og spilla og eyðileggja og koma að höggja á vegna þess að ég er alltaf að reyna að segja fólki að þessu er öfugt farið. Blaðamenn leitast við að róta í skítnum og snúa upp sannleiksliðinni og finna út úr málum í staðis að við séum í því hlutverki sem að þú reyndar varst líka í fyrir norðan hjá löggunni þar en við getum nú haft bara heilt málþing bara þetta en af því að við erum mörg áður en svona ég gef boltan til ykkar hinna þá langar mér samt að vita Aðalsteinn, þú þarft auðvitað ekki að svara kannski getur ekki svarað en borguðu þið mikið fé fyrir þessar upplýsingar? Ég borgaði ekki krónu eða hvaða gjaldmiðil sem þú átt velja. Ekki krónu. Þetta kom bara eins og við höfum upplýst og það stendur bara í þessari fyrstu og einu frétt sem ég hef skrifað þetta mál að það berast bara upplýsingar úr 2 ólíkum áttum síðastliðinn 50 sem að kalla á það að við sannreinum hvort að þetta sé
bara raunverulegar upptökur, hvort að þetta sé sannarlega þetta fólk sem að virðist vera sem að þar talað og þar birtist. Liður í því að hafa samband við þá aðila sem nefndir eru í einhverju vafasömu samhengi, eitthvað sem á erindi við almenning. Það auðvitað ekki allt í þessum upptökum sem á eitthvað erindi við almenning. Nei. En það nákvæmlega hlutverk blaðamanna. Það að spurja þessara spurninga og vega og meta. Og það það sem við gerðum, og áður en að við höfum tækifæri til að segja frétt af málinu, að þá umræðan farin að snúast það að við séum landráðamenn, að við séum óheiðarlegir af því að við spurjum valdhafa í sama orði. Og Jón Gunnarsson lýsir sér sem einum æðsta valdhafa íslenska ríkisins, að þá lætur hann það samhengi fylgja að það sé eitthvað óeðlilegt við það, að blaðamenn spurji út í þau efnisatriði sem lýst af nokkurri nákvæmni á þessari upptöku, af bara talsverðir í yfirvögun. Já, það öllu snúið á haus. Já, en sem betur fer að þá þetta bara stormur. Fólk sér að sjálfsögðum leið og við birtum umfjöllunina að hún bara unnin á ábyrgan og heiðarlegan hátt. Við eigum enga aðild að einhverju tálbeitu aðgerð. Nei. Við eigum enga aðild að því að taka upp með leynd. Við vinnum bara þau störf sem að okkur skylt að gera samkvæmt öllum viðmiðum og siðareglum og lögum sem gilda störf blaðamanna. Og þetta eru svo sannarlega upplýsingar sem eiga erindi við almenning. Já. Geturðu útskýrt fyrir mér á hverju aðrir fjölmiðlar fóru ekki í það að skoða þetta mál mögulega með sömu gögn og þið, ef ég skildi rétt? Já, ég veit ekkert það hvort að einhverjir aðrir kunna hafa þessar upptökur. Við fengum þetta á 2 ólíkum áttum eins og ég segi og hefur komið fram. Það einhverjir aðrir fjölmiðlar, svo sem eins og Vísir og svo fréttastofa sem þar á baki og Ríkisútvarpið sem virðast hafa einhverjar upplýsingar um eitthvað fyrirtæki sem á að hafa staðið fyrir þessum aðgerðum og virðist hafa fengið einhvers konar boð eða átt einhver samtölum að fá þessar upptökur afhendar. Ég veit ekki til þess að það hafi verið. Efnisatriði málsins, ég veit ekki hvort að þau séu svona flókin. Mér finnst það ekki að það kalli á einhverja meiri háttar vinnu á þeirra hálfu sem jafnvel stendur þá bara enn eða hvað það en hins vegar veit ég að síðastliðin ár hefur verið bara skipulega farið í það að fæla blaðamenn frá því að fjalla óþægileg mál. Já. Þetta þekki ég bara á eigin skinni og mitt samstarfsfólk, hvort sem var í Kveik eða á Stundinni eða Heimildinni sem nú heitir, við sjáum það að eitt stærsta og sterkasta fyrirtæki landsins gerir út fólk til þess að fylgjast með samfélagsmiðlunum okkar. Það var bara staðfest þegar lögmaður sem starfaði í einhverju almannatengsla hlutverki las allt sem að ég og samstarfsfólk mitt settum á samfélagsmiðla til að undirbúa einhverja siðanefnda kæru. Við höfum náttúrulega upplýsingar skærulega deildina eins og hún kallaði sig sjálf í fjölmörgum skilabóðum. Sín á milli hvernig í fjölmörgum skilabóðum þau lögðu á ráðin að beita sér gegn öllum þeim sem að tala Við sjáum síðan aðgerðir lögreglunar á Norðurlandi eystra sem að eigin frumkvæði gerir blaðamenn sem að aldrei hafa verið kærðir af nokkrum einasta manni að sakborningum í sakamálarannsókn fyrir það eitt og nú liggur það fyrir að því að lögreglan felldi það niður og við fengum afhentu öll gögn, eða flest gögn, við erum með þá að reyna að fá gögnin í heild, að það eina sem var til rannsóknar þar voru vinnubrögð blaðamanna og hvernig við metum hvað á erindi við almenning. Það ekkert skrítið að fólk í þessari stétt sem að upp til hópa á tiltölulega lélugum launum býr við það að leggja nafn og andlitjafnvel og rödd að veði í hvert sinn sem að við fjöllum eitthvað að ég bara veit að því að ég átt þessi samtölu kollega mína og skil mjög vel að maður getur verið hikandi áður maður fer inn í eitthvað sem að maður veit að viðbröðin verða með þeim hætti sem að við sáum bara í gær. Já. En blaðamenn sem hrökklast í framboð, þeir skrifa líka stundum bækur. Já, þeir gera það líka. Sem getur verið gott að lesa. Já, það getur verið.
Aðalsteinn, þakka þér fyrir þetta. Þetta eru mjög stór mál og ef við bara vörpum boltanum yfir til þín, Elva Dögg Hafberg, þú ert nú búin að vera að skemmta, ég var að segja skrattanum, nei, bara skemmta skrattanum meðal annars. Þú hefur nú svolítið svona reynt að finna kómíkina í þessu samfélagi okkar. Já, það bara, hvað maður segja, þetta svona sjálfsbarkar viðleitni. Við þróum sem tegund með okkur húmor til að komast yfir erfiða og traumatíska hluti og ég alin upp á mjög kaltæðinni móður. Þannig að ég heila neittist bara til þess að finnast fyndið. Já, hvað fyndið núna við kosningarnar og var eitthvað fyndið við það sem Aðalsteinn var að lýsa? Nei, í rauninni ekki. Það er alveg hægt að finna einhverja kómískar hliðar á því, en það er alltaf bara mjög alvarlegt mál. Og það var náttúrulega bara við alla spillingu og það er gríðarleg spilling á Íslandi, við vitum það. Ég er búin að vera hlusta á bókina hennar sem varst að gefa út. Besti vinur Aðal og hún er að mínu áliti alveg gríðarlega góð. Ég þurfti að taka mér smá pásu á að hlusta á hana því að ég var svolítið reið. Þannig að út af því að, já, ég sé hlutina á svipaðan hátt og þú og ég já, kómík, ég veit það ekki, sko. Þessar kosningar, stjórnmálin og annað á Íslandi, þetta er í rauninni búið að vera meira svona tragikómedía núna í dálítið tíma. Það var eitt sem ég hjó eftir daginn, það var, minnir þetta hafi verið á Vísi sem ég las þess að kvót eftir Bjarna Ben sem að mér langar bara ofsalega að fá að lesa hérna fyrir ykkur. Já. Og hann segir þar, meðan ég í þessu embætti ger ég allt sem ég tel vera best fyrir flokkinn og að sjálfsögðu trúi ég því að það sem er best fyrir flokkinn gagnist þjóðinni vel. Og mér finnst bara ofboðslega skrítið að það sé ekki meira fjaðrafok í samfélaginu yfir þessum ummælum. Vegna þess að þarna er hann beinlínis að segja, ég er fyrst og fremst að huga að sérhagsmunum minna flokksmanna og minnar elítu og þú veist, jú, ég trúi alveg að gagnist þjóðinni vel, en þjóðin er ekki fyrsta sæti og þetta segir maður sem er núna í forsætisráðherra og mér finnst þetta bara graf alvarlegt að lesa þetta og mér finnst mjög skrítið einhvern veginn að þetta hafi ekki flogið hærra einhvern veginn þessi en þá komum við náttúrulega að því að það er náttúrulega alltaf reynt að bæla allt niður sem getur komið illa við peningaöflin og já, samherjamáli er náttúrulega bara mjög gott dæmi það. Ég er alveg sammálaður, þetta er mjög áhugavert hvernig hann fær síendurtekið að ávarpa bara sína eigin flokksmenn og segja sem ráðherra, hann sé fyrst og fremst að gæta hagsmuna sinna samflokksmanna. Þetta voru akkurat rökin sem hann notaði þegar hann færði sig á milli ráðuneyta í fyrra eftir Íslandsbankamálið. Eftir ábyrgðina sem hann tók. Og hann gerir þetta ítrekað. Núna er hann að tala við þá 12% eigin flokksmanna, Sjálfstæðisflokkurinn er með 12% sem stendur og það 1,88 eru þá, það er ekki markhópurinn hans Bjarna sem er forsætisráðherra. Þannig að þetta er mest áhugaverður punktur í þar. En Halla, já. Ert þú pólitísk manneskja, myndir þú segja? Já, ég er það. Ég var búin að vera bara mjög lengi, síðan 97 líklega, kom að stofnun Samfylkingarinnar. Já, komst að henni. Já. Ég er sósíaldemókrati, norræna módelið heillar mig mjög mikið. Já. Þannig að við fáum öll jöfn tækifæri. Já. Það er mikill misbrestur á því í þessu samfélagi. Já. Ég vil meira frelsi, ég vil meira gagnsæi og ég vil meiri réttindi til þeirra sem að núna eru undir höllum fæti ef svo má orðið komast. Já. Það er ein hugmynd sem ég hef lengi verið með sem að það varðar atvinnuþátttöku öryrkja. Ég vil að hún veri lögbundin vegna þess að rétt eins og með réttindi kvenna á sínu tíma það gerist ekki neitt nema þessi komið til lagar. Já, en varðandi pólitíkina núna og kosningarnar að þá finnst mér ofboðslega mikið sem verð að það veri kosið grundvallaratriðin. Það veri kosið
húsnæðismál fyrir eins og unga fólkið, atvinnumálin og lýðræðið og gagnsæðið. Líturðu þá á kosningarna núna sem einhvers konar ögur stund eða? Ég geri það, já. Mér finnst það hafa orðið svo mikið rof í samfélaginu. Mér finnst það svo mikið orðið stéttaskipt. Já. Og forréttindahópar og minnihlutahópar og hópar sem eru jafnvel kallaðir hinni minnstu bræður eða minnstu systur og búa bara við félagslega einangrun og svo framvegis. Ég starfaði sem starfandi formaður heyrnarhjálpar síðustu 3 árin og það leið aldrei svo vika að maður fengi ekki símtöl frá fólki sem ekki hafði efni á heyrnartækjum, bæði öryrkjar, eldri borgara, fólk við atvinnuleysi og annað og þetta gengur ekki. Nei. Og við erum að koma núna á næstu árum kynslóðurnar frá 60 til 66, þessum stóru kynslóðum sem verða eldri borgarar. Og við þurfum að huga mikið betur að lýðheilsumálum og aðgengi að hjálpatækjum fyrir þá sem þurfa og að sé sjálfsátt og eðlilegt til dæmis að nota heyrnartæki. Já. Teitur, erum við einhvern veginn núna þar stödd að við erum að fara aftur í tíman í leitað hugmyndum og við erum að ná í skjól sem að við minnumst að hafi verið einhverju veröld sem var. Erum við þar stödd að við sem að taka síðustu ár einhver lærdum sem hefur orðið eða einhverja þekkingu og hendinni og það er allir með þetta slagorð að fara í ræturnar. Já, sagan fer ekki beina átt, það eru til alveg vondar hugmyndir í fortíðinni og nútíðinni og framtíðinni og það eru til góðar hugmyndir í fortíðinni. Ég minnist þess til dæmis að félagslega kerfi, félagslega réttindi á 7., 7. og 8. áratugum voru bara miklu betri heldur en núna. Það voru til dæmis verkamannabústaði kerfi sem Sjálfstæðisflokkurinn seldi á einu bretti. Það var alls konar góðir hlutir sem voru í gangi þá en að samanskapi ekkert svo góðir hlutir. Réttindi, minnihlutahópa og annað slíkt. Almenningssamgöngur hún miklu betri í gamla daga heldur en núna. Bara sem nokkur dæmi. Þannig að sagan ekki línuleg. Hún fer í hringi og hún fer í alls konar krúsidúlur. Þannig að þegar stjórnmálaflokkar segjast vera að fara aftur í ræturnar þá má alveg segja að þeir hafi mist svolítið tökin á stefnunum sinni. Já. Hvað annað? Það er mikið talað að þessi hugmyndafræði, nýfrjálshyggjan hafi verið skaðleg, hún hafi gengið sér til húðar. Erum við svolítið að grafa hana í þessum kosningum? Finnst ykkur svona umræðulega? Mér finnst það, já. Ég held að við erum að horfa svolítið upp á fjörbrot þessarar stefnu þó að þau hefði átt að gerast miklu fyrr. Ég held í alvörunni að fólk átti sig loksins á því að brauðmálakenning Sjálfstæðisflokksins gengur ekki upp. Nei. Þess vegna Sjálfstæðisflokkurinn að mælast með 12% fylgi. Meginþorri landsmanna þeir segja að þetta ekkert fyrir mig. Stefna Sjálfstæðisflokksins, hún fín fyrir svona 5% þjóðarinnar. 4-5% þjóðarinnar. Fín. En hugsið ykkur ítök þessa flokks og hann mælist 12% en samt önnur hver málskrein sem við erum hér að láta falla, hún fjallar þessi 12% og ef það verða þessi gríðalegu vatnaskil að Sjálfstæðisflokkurinn verður bara á pari við flokk fólksins eða eitthvað sluðis, þá erum við náttúrulega að tala bara allt annað samfélag en verið hefur. Er það ekki bara augljóst, Aðalsteinn? Nei, ég held ekki, Er það ekki? Nei, kalt mat. Ég held reyndar að Sjálfstæðisflokkurinn aldrei eftir að enda svona neðarlega. Nei. Það eru bara langt síðan í spáðunum 17-18% í þessum kosningum og ég stend bara við það. Já. En ég kannski ekki alveg svona hvernig ég orða það. Ég held að fólk sé núna eins og í flestum öðrum þingkosningum að kjósa út frá sinni stöðu eins og hún í dag. Ég held að fólk almennt sé ekki að fara að taka mjög hugmyndafræðilega afstöðu. Það ekki að fara að kjósa einhverja flokka sem eru að lofa einhverju öðru heldur en að bæta þeirra stöðu í dag og ég held að það sé bara eðlilegt og bara mannlegt eðli. Ég held að þessi kosningar fyrst og fremst eftir að snúast einmitt húsnæðismálin
Ég heldur endur að það sé ekkit endilega sko, húsnæðismál einhverja annara heldur en okkar sem að greiðum atkvæði. Ég að hugsa hvernig þetta snerti mig. Ég held að fólk sé að fara að greiða atkvæði hvernig það treystir best til að hafa heimil á sko, hækkun matvöruverðs. Ég held að fólk sé að fara að kjósa þannig að það trúir á að nái ríkisrekstrinum í þannig jafnvægi að Seðlabankinn ákveða að lækka vexti. Ég ekkert vissum og raunar efast að fólk sé að fara að kjósa gegn nýfrjálshyggju eða með sósíalisma eða eitthvað staðar þar á milli. Ég held að fólk horfi bara á sína stöðu og hvernig það treystir til að bæta hana og ég held að það sé bara mjög mannlegt og eðlilegt að gera. Ég vorða það þannig sko, þegar ég hugsa aftur að það hefur verið erfiðar að vera einstaklingur í gamla daga, sérstaklega ef maður var með röskun eða einhvers konar frávik heldur niður í dag. En sko auðveldur að vera hópur í gamla daga, heldur það í dag. Ég veit ekki hvort ég skilji hvað ég á við. En ég held að þessi félagslega hugsun, hún sé aftur að breytast. Ég held að hún sé að koma. Það er svona held ég að þessar kosningar muna einhverju leyti snúast hugmyndafræði sem sé að snúa aftur. Ég held að sé ekki tilviljun að sósíalistarnir eru sennilega á leið á þing. Ég held að sé vegna þess að hugmyndir nógu margra hafa einhvern veginn snúið. Sko sósíalistar eru bara sko þið trúverðu hvað maður að segja það vinstri sem að fólk virðist trúa að komi sjónarmiðum vinstrisins betur á framfæri. Við sjáum á sama tíma og fylgi sósíalista ríkur upp að þá hinn sögulegi vinstriflokkur, vinstrihreyfingin grænt framboð bara einmitt í sögulegri lægð. Ef við greinum fylgi sko út frá hvar flokkar standa hugmyndafræðilega fyrir hvað standa að þá eru fólk ekkert mikið auðvitað eitthvað hreyfanleiki á milli þessara hópa en þeir sem að hafa kosið íhaldsflokka þeir sem að hafa kosið frjálslyndari flokka þeir sem að hafa kosið flokka sem að berjast fyrir tilteknum málum, þeir eru ekkert mikið að fara út úr því mengi. Flokkarnir hins vegar hreyfast alltaf þarna á milli og það verið að tala núna að Samfylkingin sé að fara nær hægrinu inn á miðjuna. Viðreisn sem að nú sprettur út úr Sjálfstæðisflokknum er að reyna að segja fólki að það sé miðjuflokkur, reyna að færa sig að vinstrinu. Framsókn hefur bara sögulega farið í það átt sem að vindar blása á, það ekkert ég meina það ekki sem gagnrýni það bara þeir myndu viðurkenna það sjálfur þeir reyna bara að vera þarna á miðjunni og hlusta hvað fólk er að kalla eftir og reyna að bregðast við því þannig að já, þetta er fólk að taka þá hugmyndafræðilegu afstöðu sem það tekur held ég mjög snemma að kjósa með einhverjum grunngildum sínum en fyrst og fremst hver er trúverðugur og hver er trúverðugastur til þess að ná þeim málum fram. Varandi Sjálfstæðisflokkin að þú nefndu þaðan að við séum alltaf að tala í öðru hverju orði og að tala Sjálfstæðisflokkin. Það auðvitað ekki tilviljun að Sjálfstæðisflokkurinn mikið til umræðu af því að það hinn sögulegi íslenski valdaflokkur. Ef við erum að tala skattbreytingar þá horfum við bara það frá hruni eða eftir vinstristjórn þá hefur Sjálfstæðisflokkurinn meira og minna farið með fjármálaráðuneytið. Ef við erum að tala hvernig dómskerfið uppbyggt að þá getum við farið miklu lengur aftur og séð að Sjálfstæðisflokkurinn hefur farið með dómsmálaráðuneytið eða dóms- og kirkjumálaráðuneytið. Þannig að það ég held að sé mjög eðlilegt að sjónur okkar beinist að þessum sögulega valdaflokki. 100% ekki sem minnst á eignatengslin á milli fyrirtækja lífsins og Sjálfstæðisflokksins. En ég kannski barnalegur ef mér finnst það eins og að við séum að meira núna að kjósa hið kollektíva eða sem sagt hið sameiginlega. Mér finnst að við séum að taka einstaklingshyggjuna svolítið og kannski ekki hendin á haugana en setja hana aðeins til hliðar af því að við höfum einhvern veginn áttað okkur á því að hún eigi bara við ákveðnum. En hvað finnst þér að við ættum helst að vera svona að setja oddinn fyrir þessar kosningar? Hvert væri þitt drauma pólitíska landslag? Þá hvað málefni var þar eða? Já, ég meina þú ert öryrki, ekki satt? Ég er öryrkur lífeyrisþegi. Já, viltu frekar að vera kallið það? Öryrki, þetta orð svolítið þýðir, svolítið svona sveita ómagi dagsins í dag. Ég skil.
og notað þannig. Ég sá nú hérna smá við talum daginn hjá honum hérna, hvað heitir hann? Stefán Einarsson, Einar Stefánsson, spursmálum hérna. Að mann að tala um Ingu Sæland og svona þarna opinberar bara sína svona fáfræði og fordóma gagnvart fólki með fallanir og króníska veiki og fer þarna að reyna að ráðast á þennan hóp eins og þetta sé nú hópurinn sem við þurfum aldrei að hafa áhyggjur af í samfélaginu. Er það þannig Guðmund Inga? Nei, hann hérna spursmál. Stefán Einar? Já, og var hann ekki að ræða Guðmund Inga? Var hann ekki að segja að varaformaðurinn væri mögulega að hafa rangt við? Já, og Inga Sæland og öryrkja sem geta svo bara verið á þingi og allt þetta og klárt mál að hann náttúrulega veit ekkert fólk sem á örorkulífeyri. Við erum mörg og mismunandi getu og annað og mér finnst mjög mikilvægt að við kannski förum að reyna að ræða það svolítið. Ég held að örorkulífeyris þegar ég aldrei eftir að hafa það mannsæmandi hér á landi fyrir við fáum bara svona hinn almenna borgara með okkur í lið. Þegar hinn almenni borgari er hættur að horfa á okkur sem einhverja afætu á samfélaginu sem er ekki með neina verðmætasköpun að því að það er náttúrulega bara rangt. Það er rosalega margar starfsstéttir á Íslandi sem að myndu sennilega ekkert geta starfa hérna ef ekki væri fyrir örorkulífeyrisþega. Við þurfum að fara til lækna og sjúkraþjálfara og hjúkrunarfræðinga og tannlækna og við þurfum að díla við Tryggingastofnun og það eru bílstjórar, ferðaþjónusta, fatlaðra, það er svo margt. Og ef þetta er ekki verðmæta skapandi þá veit ég ekki alveg hvað það er, skilurðu. Mér finnst að við ættum að vera að krefja svara það hvenær eigi að fara að lögfesta samning Sameinuðu þjóðanna réttindi fatlaðs fólks. Þess að við séum búin að gangast við þessum samningi og segja við ætlum að vera aðilar að honum, þá nýtist hann fötluðu fólki og veiku fólki ekkert fyrir það búið lögfestan vegna þess að áður en lögfestur þá höfum við ekkert til þess að fara í mál til dæmis ef okkur finnst á okkur brotið, okkar mannréttindum og annað og ég held því miður að náttúrulega ef Sjálfstæðisflokkurinn verður áfram þá er nú ekkert verið að fara að hlaupa eitthvað í það en ég held í miður að það sé ekkert ofsalega ofarlega á dagskrá af því að ég held að leið og það búið lögfesta samningin þá þýðir það að við getum farið að kvarta fyrir dómstólum undan þjónustu leysi til dæmis. Við erum ennþá að leggja fatlaða og langveika einstaklinga inn á hjúkrunarheimili til dæmis og þeir eigi ekki að vera þar. Þetta snýst mikið sjálfstæða búsetu og að geta bara haft sömu réttindi og allir aðrir og við getum ekki gert í þessu finna það búið lögfesta samningin og já, mér þætti gaman að sjá einhver stjórnvöldu vilja fara í þetta mál. Mér finnst það mjög mikilvægt. Má ég aðeins byrja þig út í svona þitt viðhorf gagnvart Jassan. Það er stundum sagt að sá litli drengur hafi sprengt þessa ríkisstjórn. Hvernig fannst þér að fylgjast með því máli? Þegar stórt spurt ég allavega ekki á móti því að fá fólk hingað. Ég vil að við reynum að hjálpa veiku fólki sem hingað kemur. Það er svona mín einlæga skoðun. Ég átta mig hins vegar á því að auðvitað alls konar hlutir sem að geta verið fordæmisgefandi og þú veist hvernig það kemur út, þú veist bara ef fólk er að koma gaggar til þess að leita læknisþjónustu og annað. Ég er bara ekkert nóg vel inn í þeim málum einhvern veginn.
en lítill drengur sem komin hingað með fjölskyldunni sinni frá erfiðum stað að já, mér finnst að við eigum að hjálpa í þannig tilfellum persónulega. Ef þú værir í þeirri stöðu Halla að bara ráða því hvert yrði málið núna fyrir kosningarnar, þú varst aðeins einn frá því sem að þér finnist skipta mestu máli, en til dæmis hvað varðar menntakerfið okkar, heilbrigðiskerfið og þessu stóru kerfi sko, hver leiðin út úr þessu? Já, þetta mjög góð spurning. Ég held ég ætti gott svar við henni. Af því að manni sýnir stundum eins og það snúist ekki bara peninga, við séum bara í einhverju öngstræti með þetta snýst líka umhverfið. Bara síðast í dag var ég að tala við manneskju sem er læknisfræðilega menntuð og er að minnka sífellt meira sitt starf og er að bara læra forritun. Af því álagið er allt of mikið. Og þetta er þróun sem við sjáum í fleiri starfsstéttum. En já, þessi bruni í samskiptum fólks, hann virðist vera mjög víða. Já. Mjög mikið. Og bara hrun í rauninni. Mér finnst bara, já, það þarf að endurreisa heilbrigðiskerfið gjörsamlega. Og ég var í starfsnefnd á vegum heilbrigðisráðuneytisins fyrir hönd ÖBÍ meðal annars. Fjölgun á heimilislækningum og námsstöðu segi ég í þeim. Og ég man að við lögðum til 17 stöðugildi en þau urðu 9 á ári. Þetta var svona, og þetta er 2006 og svo erum við bara búin að sjá þróunina á mannfjölda, hvað fólk hefur aukist íbúðunum hefur fjölgað og það er bara fleiri sem vantar þessa þjónustu og við sjáum þetta í svo mörgu. En það sem ég var að tala áðan svona aftur í grunngildin, þá er ég að tala að fólk hafi raunverulega efni á að hafa þak yfir höfuð, hafi efni á að setja mat á diskinn, ekki bara núðlur. Og hafi efni á að kynda og kaupa sæmilega fatnað. Ég er ekki að tala lúxusinn og það þarf að stýra ríkisfjármálunum þannig að fólk hafi þetta. Þá sko þegar að þetta er komið, þá verið að kjósa eitthvað allt annað, meira hugmyndafræði. Það er rosaleg reiði og óþreyja í samfélaginu. Og við sjáum það á fylgissveiflunum. Já, maður sér það. Teitur, þú ert pabbi þinn var listamaður, tónskáld. Hafði það ágætt, var það ekki? Veraldlega. Ekki, hann hugsaði aldrei það. Nei. Það var bara yfir það hafinn held ég. Já, en núna sko spyr ég af því að mér finnst yngri börni mín, mér finnst að þau séu að segja mér að krakkar leggja ekki núna í það að verða listamenn. Því að ungt fólk hefur svo miklar áhyggjur, fjárhagslegar af framtíðinni, að það leggur ekki í annað en það sem myndi auka sem mest líkurnar á sæmilegu lifibrauði. Hugsið ykkur veröldina. Ef við hættum að leggja sjálf okkur undir sköpunina, listina og annað því að við þorum ekki að fara á móts við það efnahagslega. Hvað er þetta eitthvað til þess að pæla í? Sannarlega. Ég nokkurn veginn viss hvernig faðir minn heitin hefði svarað þessu. Já. Hann sagði að þetta er ekki fyrir alla. Þetta er köllun, frekar en jobb. Já, og peningarnir, þeir eru bara, ef við koma þeir, ef ekki þá verða bara þannig. En auðvitað en listnám í slíku, að læra hljóðfæri eða eitthvað slíkt og listnám er ótrúlega mikilvægt fyrir samfélagið. Ótrúlega mikilvægt að fólk læri þetta eða hafi kost á að læra það. En hvort að viðkomandi verði listamaður, það er bara allt annars spurning. Já. Ég held að hjálpa alltaf til að listnám mun aldrei þvælast fyrir og það getur eiginlega alltaf bara verið til bóta. Fyrir auðvitað eftir skólum og kennurum og slíku.
En mér finnst uggvænlegt þetta með til dæmis með tónlistarnám að það sé orðið eitthvað fyrir ríkt fólk, eitthvað slíkt. Það mjög mikil efnahagsleg stéttaskipting. Ekki sniðugt og ekki síst vegna þess að tónlistarnám svo frábær grunnur þótt að hljóma undarlega fyrir allt annan nám. Þetta hefur mikinn aga í för með sér og sérstakann hugsunarhátt. Og það oft það fólk sem það langt á ýmsum sviðum. Já. Hefur oft lært tónlist. En þetta ekki akkurat það sem við höfum verið að úthýsa úr skólakerfinu? Það eru skapandi greinar, áherslu og listir. Já, það er ekki beint mín upplifun að ég eiga 2 drengi í grunnskóla og 2 börn á leikskóla. En mér langaði samt að bara taka undir það sem að þú ert að segja. Sjálfur var ég einu sinni listamaður, en ekki tónlistamaður, heldur danslistamaður og tilheyri þeim hópi sem að hafa fengið starfslaun listamanna og svo kallu listamannalaun greidd til þess að geta Skammast þau ekki? Nei, ég skammast mér ekki neitt við það. Veist að það eru sviput og örkubætur. Já, og ég bara lifði á því þannig skamma tíma sem að þau voru útlutuð til þess hóp sem að ég tilheyri þá. En það ekkert sem hefur kennt mér meira heldur en þetta dansnám sem að ég fór í, sem var nú bara að stofnunu til óformlegt samkvæmisdansnám áður en ég fyrir að læra örlítið ballett til að geta tekið þátt í svona sýningum en bara öll mín vinnubrögð hvort sem eru bara í námi áframhaldandi þegar ég fer í háskólanám og núna iðnnám sem að ég í akkurat núna eða hvort það sé bara í blaðamennskunni eða þegar ég að alveg börnin mín og reka heimilið það ekkert sem hefur kennt mér meira heldur en þetta nám sem að ég fekk enga gráðu í og lauk ekki nefni BFA gráðu frá listaháskólanum til að sinna þannig að ég held að við séum líka að einhverju leyti búin að festa okkur of mikið í það að allir hér þurfum við að hljóta formlega menntun til þess að kunna eitthvað og hafa eitthvað fram að færa. Já, þarna ég svo sammálaður. Við erum rosalega hrifin af titlum og að vera fræðingar og ef þú ert ekki með eitthvað þannig þá ekkert að marka þig. Það bara... Já. En nú erum við svolítið búin að uppgöta það að það ekki endilega alltaf samansammerki á milli menntunar og aukins vits og góðra þekkingar. Því að og bara mannúðar. Já, einmitt. Ég held að sé alveg eðlilegt að þegar þú þarft að sýna fram á tiltekna hæfni. Ég til dæmis mjög fegin að læknarnir sem að sinna mér í heilbrigðiskerfinu og ég hef nú þurft að leita til þeirra hafið formlega viðurkennda menntun á sinni hæfni. Við viljum það. En mér finnst tónlistafólkið eða danslistafólkið eða rithöfundarnir sem að opna á listræna heim fyrir mér og börnunum mínum og öllum. Ég sé ekki endilega þörfin á því að þau hafi hlotið eitthvað gráður eða geti kallað sig eitthvað tiltekið. Ef ég fer aftur í sveitina mína sem er Mývasveit og ég fer aftur til ársins 1975, þá ég 10 ára gamall. Ég man alveg stundatöfluna í Skútustaðaskóla. Það var 8-hagafræði minni mig, það var náttúrufræði, það var starffræði, það var saga, það var íslenska, lestur, svo var handavinna, það var söngur. Við lærðum bridge á einhverju tímabili, handavinna, söngur, það var allir fjandinn þarna sem ekki í dag. Já, þó það sé ekki á stundatöflunni, þá mikið sungið. Það verið að kenna... Í grunnskóla? Já, það eru söngstundir í grunnskóla? Langholtsskóla. Ég svona óheppinn með mín 2 yngstu að ég held að sé allur söngur dáinn í þeirra lífi? Þetta ekki á kannski formlegri dagskrá, en skólastarf, mér finnst að stundu var að tala þetta alltaf niður. Kennarar að gera alveg ótrúlega sjálfur hafa talað mikið að skapandi greinum hafi rautt út úr þeirra eigin pensum. Það má alveg klárlega bæta og breyta og tökum umræðinu það. En mér finnst stundum alltaf leðilegt að hlusta það af því að ég þekki það bara eigandi þarna 2 börn í grunnskóla og 2 í leikskóla eins og ég segði á þann. Það alveg hellingur af ótrúlega innblásnu, góðu, vönduðu starfi. Má það vera meira, örugglega,
en það er ekki búið að útrýma söng eða dansi eða leiklist. En áhersla á raungreinar hefur samt eiginlega haldið sínu og meðan hitt hefur vikið. Ég er búin að taka nógu mörg viðtölu við fólk úr þessari stétt til þess að vita það að til dæmis það er engin umræða dygðir í hérna grunnskólunum og það er ákveðin kreppa eftir að trúarbragða fræði eða hvað þetta var áður en því var hérna eða sem sagt sko hvernig ég orða það er einhver trúarbragðafræði núna en það er frekar lítil áhersla á hana og þetta er allt miklu viðkvæmara núna eftir fjölmenninguna heldur en var áður þegar við vorum bara öll með kristinfræði, biblíusögur eða hvað það hét og hérna og þá er minna tal í skólastofunni dygðir, gott og vont og svo framvegis en kannski er það tekið inn í einhverju lífsleikni kúrsum í staðin Já, mér finnst þetta að börnum mín vera með rétt og rangt á hreinu, kannski er það því að ég sem foreldri tek þá ábyrgð að ræða þetta og ég held að sé dálítið ódýrt að segja að þegar kristinfræði er breytt í trúarbragðafræði að þá hverfi dygðir við getum líka bara að tala við börnum okkar og átt samtöl hvort sem það eru við okkar eigin börn en þá ertu að tala forréttindaforeldra sem að hafa tíma til að tala við börnin sín það er mikilvæg partur af því að eiga börn að tala við börnin sín og ég held að engin sama hversu slæmstað er þú getur alltaf að tala við börnin ég held að einhleip móðir í 3 vinnum hafi bara óbúslega lítinn tíma til þess að ræða við börnin sín en möttu koma hérna það er sko alls konar nám gagnast á óvæntan hátt amma mín sem var í grunnskólanum á Flatey á Breiðafirði í byrjun síðustu aldar hún lærði táknmál þannig að krakkarnir í Flatey kunnu táknmál þetta voru bara sniðugir kennarar að reyna að örva og tengja eitthvað og þær systurnar þær töluðu tjáðarsystundum með táknmáli bara þegar það voru svona lág vel að þeim og þetta er sniðugt og það má alveg blanda svona saman eins og þú segir, ég vissum að það sé gert þó að sé kannski ekki undir hefðbundinni kríteríu lestur eða skrift ég held að það sé miklu meira áhyggjuefni að skólarnir eru veikir og það vanti að bæta starfsumhverfi kennara og fjölga kennurum heldur en nákvæmlega hvernig stundataflan lítur út og líka bara hvernig einhvern veginn fólk margir einhvern veginn vilja bara að skólinn kenni börnum allt en skólinn getur aldrei verið aðal uppalandin í lífi barna þú veist að mér finnst þess að fólk sjótt ég heyrði einu sinni, ég kemur mikið til kennarafjölskyldu og heyrði einu sinni mitt ára eitthvað sem sagði mér sko einn pappinn hefði verið alveg fellega fúll af því að akkur skólinn var ekki búin að kenna barninu hans að borða með hnífapörum þú ert einn kennari í matsal með 20 börn eitthvað áttu að geta sitt að þú kent öllum börnum að borða með hnífapörum þú veist þetta mér við samfélag búin að svona ætlum að tróða alltaf miklu inn í skólana og kennararnir geta ráða ekkert við Já og fyrir ekki, ég get bara ekki sleppt í sko, en ef að við erum að tala það að foreldrar, og nú bara skal ég trúa því sem þú segir Björn, að það séu foreldrar hann úti sem hreinlega hafa ekki tíma og orku til að eiga samskipti við börnin sín Þú veist að skólinn var ætlað sem jafnaðartæki Þá er það vandamálið Skólinn var ekki að það sé ekki kristinfræðikennsla eða dyggða umræða í skólinn var jafnaðartæki heimilana átt að vera bursið frá fjölskylduaðstæðum sem skólinn átt að jafna heimilin ekki átt samtölu börnin sín af því að viðkomandi þarf að vinna 3 vinnur það er vandamál Ég held að geti verið hvorttveggja Já, en það er, sko, þú hlýtur að átta á því Björn og allir sem að hugsa þetta bara af heiðarleika að vandamálið í dæminu sem þú tekur er að það sé einstætt foreldri sem þarf að vinna 3 vinnur og hefur ekki orku eða tíma til að tala við barnið sitt sem ég held að sé alveg óumdeilanlega eitthvað sem að stendur þessu foreldri mjög nærri að eiga samskipti við börnin sín það er vandamálið Það var ykkt dæmi Já, en bara í þessu ykta dæmi heimilin eru með misgóðar bjargir Lögum það fyrst áður en við förum að krukka í sko nákvæmlega hvernig stundataflan er samsett Við hljótum að vera sammála það sem ég er að vísa til Erum við ekki sammála það? Það sem ég er að vísa til En erum við ekki sammála að það er stóra Nú eru við orðin eins og 2 pólitíkusar Nei, mér finnst það ótrúlegt að þetta dæmi sé tekið og horft fram hjá því að stóra vandamáli þarna það sé einstætt foreldri sem það þarf svo lítið í þessari umræðu til þess að
eitthvað alveg ótrúlegt og aldrei má minnast á kristinfræði á þess að einhver verði brjálaðar sko, nálægt manni. Ég fór í kristinfræði, börnum mér fara í sunnudagsskóla, þetta ekki vandamál fyrir mér. En það sem ég að vísa til að frakkar til dæmis, Guðfríður Lilja Grétarsdóttir, sem einu sinni var þingmaður fyrir VG ef ég mann rétt. Hún vinnur í Strasbourg núna hjá ESB og hún hefur eftir frökkum og þetta finnst mér hluta því sem ég að reyna kannski með misgóðum árangur að setja hérna borðið. Hún hefur eftir frökkum að þeir segi núna hættum að framleiða verkfræðinga. Við erum búin að búa til nóg af verkfræðingum, búum til skáld, búum til rithöfunda, búum til fólk sem getur kennt almenningi að ímyndunaraflið, það að ímynda sér eitthvað, það er krafturinn sem við þurfum aftur, þessi sameigilegi kraftur til þess að komast áfram, hugsa betri stað, hugsa lausnir og mér finnst umræðan hér á landi ekki vera alveg í ætt við það sem að maður heyrir til dæmis hana tala að sé núna í tísku í Frakkland og jafnvel í öðrum löndum og mér finnst að fyrir kosningar þá nú skulum við gefa okkur að einhver slatti af pólitíku sem sé að fylgjast með þessum þætti því að vonandi ætti að vera einhvers konar innspýting í umræðuna þáttur eins og þessi að mér finnst að við verðum einhvern veginn að við getum ekki varpað allri ábyrgð yfir á stjórnmálamenn ef við ætlum að breyta heiminum okkar. Við þurfum líka einhvern veginn hægt og rólega bara að taka umræðu að breyta gildum okkar og mér finnst þessi áhersla á efnislega á dauða og kalda hluti og á raungrenninnar. Ég hef upplifað það þannig að mín 2 yngstu börn, þau hafa verið svipt ákveðnum eiginleikum sem ég tel að við þurfum aftur að fá inn í skólana og mér hefur sýnst að margir viðmælendamenn í sérfræðingastétt hafi tekið undir að svo sé. Ég ekkert að efast að það megi bæta og efla skólastarf. Nei. Alls ekki. Nei. En mér finnst stundum og mér finnst að liggja í því sem þú lagðir upp að það væri búið að útrýma þessu af því að það sést ekki á stundatöflunni. Og það er ekki mín reynsla. Nei, okay. En kannski er ég og börnum mín bara svona ótrúlega heppin að eiga svona góða og duglega kennara sem að berjast í slæmu umhverfi fyrir því að halda þessu á lofti. Það kann að vera. Ég þekki náttúrulega ekki til skólastarfs annara. Ég hef flutt yngsta barnið mitt að það ákvað sjálft að flytja sig á milli skóla og það er svolítið svart og hvítt. Það eru samt bara 2 kilometrar á milli skóla. Mér langar að fá að segja líka nokkur orð að því við vorum að tala tónlistarnám. Já. Og svo leið sem Húsvíkinga fóru undir og tónlistskólan á Húsavík og ég man ekki betur en að það hefði verið Mývetningur sem var þar skólastjóri þá öll börn á Húsavík fá tónlistarkennslu fría frá leikskóla upp til 11 ára aldurs og frítt hljóðfæri líka og þetta er magnað. Já. Og þá fá þau að velja hvernig þetta er og tónlistskólinn er þannig staðsettur innan grunnskólans að þau fara ekkert út á skólalóðinni. Þau eru bara sótt í tíma og þau byrja öll á einhverjum grunni og svona bara leiðist þetta áfram. Sum vilja bara fá í einleikaran, önnur vilja spila í lúðrasveit eða bara chilla heima með jazz eða eitthvað þau viti. Þetta er hægt. Já, það var svona prógram þegar ég var í grunnskóla fyrir 2 árum að þá var það þannig að gammal maður skráði sig og var reyndar ekki í skólanum mínum. Ég fór í tónlistarnámi alltaf í Laugarnesskóla og ég var þar að læra fyrst á klarinett og svo á þverflautu og þá fengum við hljóðfærin, láruð líka og svo vorum við fengum sérst einstaklingstíma og síðan lúðrasveit 2 í viku. Mér fannst þetta æðislegt og þetta kostaði ekki neitt á þessum tíma. Hér var talað tónlistarlega stéttaskiptingu. Já. Það er alveg staðreind að það eru bara beturstæð heimili sem hafa efnaði að vera með börn í engatímum í tónlistarskólum. Þetta er bara að fara að rífa verulegi. Ég þekki það sjálf að eigin skinni þegar við fluttum frá Húsavík með 4 börn og hún elsta komið í háskóla en samt sem áður að þá gáttum við haft 1 barn áfram í tónlistarnámi. Já. Og var það bara uppáhaldsbarnið? Já. Segir það. Ég finnst þú sæt. Þetta er svipað með íþróttirnar. Maður sér það alveg þegar segjum að maður er í krakka sem að byrja að æfa einhverja bolta íþrótt 4 og 5 ára gamall.
10 ára seinna keppnisferð, allir í keppnisferðinni til Spánar eða eitthvað eru börn vel stæðra foreldra. Já, algjörlega. Þetta bara hluti sem þarf að breyta. Við þurfum að ná í þetta. Við þurfum að gefa fleiri tækifæri. Eiga barn eins og ég á sem bara hefur ekkert áhuga á einu en einu og bara kostar bara ekki neitt. Það er bara fínt. Já. Verði að fara í þetta? Nei, ok. Þannig að, já, það er mín lausn. En sko, svo líka bara svo þessi skýrt, það sem ég að gagnrýna að held ég mjög litlu leyti verk kennarana. Ég held alltaf að það var ekki kennarar sem höfðu neitt það að segja þegar framhaldsskólinn var styttur um 1 ár. Sem margir telja að hafi verið bara eitt svona blóðugasta hryðverk sem hefur verið framið hér á sér íslensku menntakerfi sem að var þetta ekki bara besti tíminn ykkar þegar þið voruð í framhaldsskóla? Voruð ekki framhaldsskóla? Ég var rétt tæp 3 ára klára framhaldsskóla og gæti ekki drifið mig meira. Ég hefði klárað fyrir ef ég reyndi að klára 2 árum. Ég kláraði þetta á 15 árum en það er nú kannski önnur saga. Ég var í eitthvað svo svipað, ég var lengi að þessu. Yes. Ég er ekki ennþá búin sko. Ég var 39 ára og fór í framhaldsskóla fyrst skipti í skóla með heyrnartæki og það var mjög spes sko. Ég kendi mig bara sjálf sem krakki að lesa og svo bara las ég allt og mér stóð mér rosalega vel í því sem ég gæti lesið. En allt sem kennari var að kenna og snýri baki þá heyrði ég ekki neitt og þá fór ég bara að gera eitthvað annað og stundum óþæg. En það var gaman að fara í skóla með heyrnartæki og heyra hvað var að færi fram. Og það sem þú varst að minnast með keppnisferðirnar svona í daglugu lífi foreldra, þá held ég, þú veist, það allir að tala um þetta. Þetta er allt og dýrt og þetta allt og oft. Nú eru konar keppnisferðir á veturna. Þannig að krakkarnir eru að fara í keppnisferðir á sumrin og svo að verðnar. Þetta eru nokkrir 100 áskallar sem þetta kostar barnafólk og svo eru fjölskyldur kannski með 2-3 börn. Þá þetta fljótt að slaga upp í stórar fjárhæðir. Þetta kostar verulega peninga, en bara langar að nefna með framhaldsskólanum. Ég er komin aftur í framhaldsskólanum núna og er búin að vera í framhaldsskólanum núna í 2 ár að læra það sem ég langaði að læra og hefði átt að gera fyrst. Hvað er það? Ég er að læra húsasmíði, læra iðn sem að ég held að ég hefði átt að gera bara strax í upphafi. Þessi áhersla á að klára eitthvað bóknám sem að sem við lendum í og höfum verið svolítið fyrst í samfélagsleg pressa og fara í svo sem alveg lukkulegur með stúdentsprófum mitt úr Flensborg en já, skemmtilegu tími. Ég var að drífa mig þá, núna finnst mér þetta alveg geggja gaman og það ekkert að drífa mig sko. Nei, einmitt mér hefst pínu synd með þetta barn mitt sem að núna er í mentó og það er í MR. Mér hefst pínu synd að þetta séu 3 ár sko. Ég hefði viljað sjá hann bara njóta lífsins, hugsa, lifa heimspekilega, taka félagslífið í botn, bara slaka aðeins á áður en fullorðins árin drekkja manni. Já, en eigum við af því að Aðalsteinn og ég, við ræddum spillinguna í upphæfi þessa samtals og við ræddum fréttirnar sem hann hefur verið að segja okkur. Aðalsteinn er í hópi þeirra sem ég myndi kalla ofurhetjur í mínu fæi. Ég veit að honum finnst mjög óþægilegt að hlusta á þetta en það er eiga síður þannig en ég hef eins og áhyggjur af því eins og ég sagði áðan að það séu allir að hætta sem að mestur vegur er í og Helgi félagi okkar, hann hefur nú sjálfur sagt að hann sé á síðustu metrunum, ekki satt? Já, hann er allavega að hætta á heimildinni og taka sér smá pásu og prófa að gera eitthvað annað í lífinu í smá stund. Ég ánum bara vonaði að hann komi aftur á einhverjum tímabúti. Það þarf á heimildina eða eitthvað annað fjölmiðil. Ok, við vonum það. En bara svona, svo við lokum þessar umræðum með svona pælingum siðferði og svona hvernig okkur gengur að kljást við þessa tilraun Ísland að vera sjálfstæð með okkar eigin gjaldmiðil, með okkar eigin sér íslensku menningu eins og við erum utan ESB með alla okkar siði. Ef við bara byrjum á þér, Teitur. Ertu bara komin í pakman? Tilraunin Ísland, segir þú? Bara svona, já. Bara, þú veist, á hvaða vegferð erum við? Þegar ég segi tilraunin Ísland, þá er ég að vísa til ummæla sem að fjallu eftir hrun. Einhver hnittinn sagði tilraunin Ísland gekk ekki upp.
Já, mér finnst það nú svolítið djúpt í árinu tekið. Já. En mér held að tilraunin Ísland sé núna á ákveðnum sko tímamótum. Held að sé óumdeilt að þessar kosningar sem maður kom í hönd eru mjög stefnumarkandi. Já. Og við erum að sjá hérna stóra valdaflokkin rifna í tvennt eða þrennt. Og það er einstakt. Ég er alveg upp í samfélagi þar sem að Sjálfstæðisflokkurinn er bara algjörlega alltumlykjandi og yfirþyrmandi. Og þau réðu bara öllu sem þau vildu ráða. Og mjög hægfara, íhaldsamur og með alls konar passaði ekki þarna inn. Lengi vel voru þeim bara frekar illa við konur og svo framvegis. Og við erum að sjá þetta breytast og ég horfi á þetta bara stundum eins og sko fall Berlínarmúrsins sem átti sér stað fyrir 35 ára síðan. Ég bara trú ekki mínum eigin augum. Og ég held að tilraun Ísland sé bara tilraunar virði. Þetta sé, við getum alveg haldið áfram og ég er alveg vissum að við getum skapað hérna gott samfélag. Það er ég alveg vissum. Og hérna er alveg auður í samfélaginu sem hættir að dreifa meðal íbúana. En meðan að auðnum er dreift svona eða misskipting, þá er tilraunin ónýt. Þá er niðurstaðan léleg. Þá getum við bara sleppt þessu einhvern veginn. Þú veist hvað virðist vera að þú sért að fá í staðinn núna fyrir Sjálfstæðisflokkin í hans styrk, sko. Já, en það er nú bara einhvern veginn samt sem áður, það er verið að stokka upp og nýtt. Það er augljóst. Fylgið hans er að fara yfir í miðflokkin og yfir í Viðreisn. Hvað finnst þér það að klausturmenn séu allir mögulega að verða þingmenn aftur fyrir miðflokkin? Mér finnst þið bara svolítið drjúgur með sig. Mér finnst svolítið skrítið að skuldu bara vaða í þetta. Ég meina, en allir eiga skilið annað tækifæri í lífinu. Mér er svolítið þar. En þar gleymis, sko þegar þú segir þetta, þá gleymis svolítið þessi millileikur sem er þekktur út í heimi. Þú færð annað tækifæri ef þú beðst afsökunar og ef þú stígur til hliðar. Og ef þú sýnir einhverja eiðurinn. Gerði þessi hópur það? Já, anskotin aðeins. Það voru þarna menn sem fór í pontu Alþingi sem fyrst á dotti í það og vaknaði í einhver fötum og eitthvað svona. Þetta var alveg ræðilegt. Sigmundur Davíð tók nákvæmlega sama kúp og Jón Gunnarsson reyndi í gær. Já, Sigmundur Davíð hefur náttúrulega alltaf rétt fyrir sig. En ekki málið. En ég held að hinir, þetta var óbúslega pínlegt mál og hræðilegt fyrir alla. Alveg þó þetta var ekki gott. Og allir eiga skilið annað tækifæri en að komi allir aftur, var þetta svona skemmtilegt? Er þetta svona gott jobb? Ég veit það ekki en svona er bara Trump er komin aftur. Já, hann átti nú aldrei skilið annað tækifæri. Já, hann átti skilið annað tækifæri, blessaður kallinn. Hann sýndi mig svo mikla auðmýkt. Já, flottur strákur. Kannski er þetta líka bara merkjum það að sá sem neitar alltaf stöðugt og ræðst alltaf á stöðugt attack, deny svo sem er þetta, hann bara næri árangri. Er þetta ekki svolítið Sigmundur Davíð og svolítið Trump? Samfélag þarf að vera siðferðislega læst á hlutina til þess að geta náð nægilegum björgum til þess að hafna þá þeim sem að bera hafna og velja þá sem að bera velja. Klárlega. Erum við samt ekki að gera aðeins svo mikið úr því að þessir flokkar eru að mælast með á bilinu 12 til 17%, sko. Það er mikill meiri hluti þjóðarinnar sem er ekki að velja þessa flokka. Er engin flokkur að mælast sem eitthvað svona burðarás sem að þjóðin treystir einhvern veginn í heilu lagi. Það var könnun sem að Samfylkingin hefur svona dregið dálítið á loft. Ég held að flokkurinn hafi framkvæmt hana sjálfur hvaða leiðtoga er best treyst í efnahagsmálum og þar er Kristrún Frostdóttir, formaður Samfylkingarinnar og svona þeirra forsætisráðherra efni nýtur mest stuðnings með sko 30 og eitthvað, ég man ekki 30 og hvað, en það er engin nálægt í að njóta einhverjar almennrar hilli eða almenns stuðning þjóðarinnar. Sko. Hvernig skýrir þú bylgju Viðreisnar? Það er bara gaman hjá þeim og fólk vil vera í liðinu sem hefur gaman. Sjáum hvort að þetta endist alveg fram á kosningum. En við erum náttúrulega komið út úr 7 ára tímabili þar sem að
það lengst til vinstri á þinginu og lengst til hægri á þinginu einhvern veginn að takast á. Það ekki svona í hugum einhverja gæti verið til marks það að við ættum kannski að leita inn á miðjuna og Viðreisn hefur eins og ég var að tala áðan svona markaðsett sig að minnsta kosti sem miðjuflokkur. Við erum að sjá svona greinendur og gáranga tala einhverja hægri bylgju eða hægri sveiflu. Ég held að það sé miklu meira svona miðjan að rísa. Hvað með ESB? Ég held að það sé mál. Ég held að það sé, persónulega vil fara í ESB þó ekki sé nema bara til að losna við krónuna og vera samkeppnishæfari bara út á í heiminum. Ég held að það sé eitt af stórmálunum við Viðreisn, en ég held að sé líka það að Þorgerður Katrín ekki trædd við að hjóla í Bjarna og svona fleiri. Ég held að fólk hafa bara svolítið gaman að því. Það alltaf mín reynsla, sko. Nú hef ég aldrei verið kennd við Sjálfstæðisflokkinn og var ekki hrifin af henni á sínum tíma, en ég hef nú svolítið gaman að ég hlusta á hann að segja, þú veist, heyrðu Bjarni, sko, þegar að, þetta, og maður bara eitthvað, þetta svona svo mamma svo skamman. Já, þú var líka hærra sett en Bjarni náttúrulega aftur í tíma. Hún lætur ekki að tala sig niður, lætur ekki einhvern hávaxinn Bjarna Ben eitthvað. Hún náttúrulega varaformaður þegar Bjarni bara krakki í flokki. En ég held að það sé alveg pottet líka partur af fylgi Viðreisnar eins og núna, sko. Og þau hafa aldrei verið í stjórn og ég held að fólk sé svolítið að leita. Þau voru náttúrulega í stjórn sem að sprakk. Já, var það ekki bara eitthvað smá tíma? Jú, tæft að. Já, ég held að fólk sé svona svolítið mikið að pæla í sko hverjir hafa ekki fengið tækifæri ennþá. Það komið svolítið ógeð af þessu sama. Mig grunar að það malli undir meiri ESB áhugi núna bara þetta vaxta helvíti sem við erum búin að búa við núna. Það eru ansi margir tilbúnir að fórna bara ansi miklu fyrir efnahagslegan stöðuleika. Sko mér finnst líka fólk oft ekki alveg átt að sjá því að við erum með, hvað ég að segja, 70-80% reglugerða frá ESB. Eins og við séum bara algjörlega utan við ESB nema við erum ekki að fá kostina sem geta fyllt yfir í ESB. Vilt þú eiga lokaorðin, Halla? Ég eiga lokaorðin. Já, ég búin að vera að hugsa svolítið mikið verkföllin. Já. Og velti fyrir mér bæði með kennarana og læknarna og leikskólakennarana. Og þetta náttúrulega afleidd staða. Það ekki bara launin sem þarna skipta öllum máli heldur líka starfsumhverfið og umræðan og orðræðan bara í heild sinni í samfélaginu. Og ég held að við þurfum öll að gera betur. Tala fallegra til hvers annars og hvert annað. Þannig að þú ert að segja að ef kennarar myndu mæta meiri virðingu þá myndi að koma daginn að það snýst ekki bara krónur og aura. Já, ég á því. Ég að segja að það myndi hjálpa klárlega til. Og þegar við vorum að tala börnin áðan og svona námið og það, langt flest börn búa við þann veruleika þeim hjálpað heima, en ekki öll og við þurfum að grípa þau og það alltaf slík dæmi á öllum tímum, hvort það núna eða þegar ég var ung eða og svo framins. En að því sögðu þá vil ég endilega við göngum í ESB. Já, þannig að þú vilt það líka? Já. Eða hvað? Þú vilt það? Já, ég þar. En þú? Ég verð að segja pass sem blaðamaður sem að fjalla með þessu máli. Ég ætla ekki að fara að lýsa afstöðu minni. Það var virkilega gaman að fá okkur í heimsókn og takk fyrir. Það var gaman að blanda saman þekktum andlitum og mönnum sem að hafa verið með skófluna lengi í blaðamannaflórnum eins og þér og Teitur og svo þú, Halla, sem ert að koma hér í fyrsta skipti bara í þátt eins og þennan. Og ég hlakka til að sjá þitt næsta uppstand. Já, takk fyrir. Já. En Aðalsteinn Kjartansson, Elva Dögg, Halla B og Teitur Atlason, kæra þakkir fyrir komuna. Takk fyrir mig. Og vona að ykkur gangi vel að gera það upp við hvað ætlaði að kjósa.
En við ætlum að halda áfram að leita svarana við því hvað við ætlum að kjósa og hvað við ætlum að setja á oddinn. Og næst hér annar panel, vona á 4 góðum gestum til að ræða fíknsjúkdóma, sjálfsvíg ungra Íslendinga og svo framvegis. En ég held við förum fyrst með hljóðnumann og myndavélina niður í bæ að ræða við almenning þessi mál. Ekki fara langt. Við erum í útvarpinu á FM 89,1. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is. Sósíalistaflokkurinn vill ríkari hömlur á skammtímaleigu Airbnb til ferðamanna. Meira stefnuna inn á xjóð.is. Allt það besta ókeypis. Knúsaðu vini þína. Samstöðin, þar sem manneskjurnar koma saman. Segðu það á Samstöðinni. Samstöðin í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur.